Sól og Nanna. Dýrum settan dellingsmögur jófram kyrði jarkana steinum, Mars of Mannheim mön of glóar, dróleik dvalins, drössull í reið, jörmun grundar í jótin nyrðra, undrót istu aðalþollar, gengu til rekkju gígur og þursar, náir dvergar og dökkálfar, risu raknar rann álfröðull, norður að Niflheim njóla sótti, sól varp sunnan sinni mána, hendi inni hægri himin jöður, áðurburs synir bjöðum of ypðu. Þeir miðgarð mæran skópu, hittust æsir á yðavelli, þeir hörg og hof hátimbröðu. Sól þann ég vissi hvar hún sali átti, máni þann ég vissi hvað hann megins átti. Þá gengur regin öll á rök stóla, sól skein sunnan á salar steina. Þá var grund gróin grænum lauki. Blessuð sólin elskar allt með kossi vekur, hægin grænn og hjarni kalt hennar ástum tekur. Dýrmæt sólar sín, íta kind, íta svonum öllum. Skall nú hurð nærri hælun þegar sunnudagur var nærri því orðin drottinsdagur og mánudagur annar dagur. Aðrir dagar okkar fóru í verra. Tveir fyrstu sluppu því hann, drottin, hafði jú skapað tungl og sól og mána. Hjá okkur sunnudagur sá hinn fyrsti vikunar núna, svo drottin byrjar á að hvíla sig hér norður frá ef við höfum 6 daga sköpunina. Við bara svona. Suðri í löndum byrjar hann vikuna mánudegi, endar á hvíldadeginum. Ekki auðvelt að vita hvað dagar vikunar hétu hjá Grikkjum áður en nöfnunum þar var breytt. Þeir fóru í afdjöflun, hreinsun eins og hjá okkur. Ekkert pantheon, samgyðji, takk. Burt með polytheon, fjölgyðji. Ég verð að skjóta því hér inn í að ég búin að hafa upp á grísku daganöfnunum. Heiðin Grikki, vinur minn, kendi mér það allt saman. Og þau koma heim og saman við nöfnin hjá okkur, gömlu nöfnin. Ég með því öll í óðsmáli 2012, æfi hver til uppljómunar og meiri sé að myndir af grísku guðunum með. En í ensku og í hinum Norðurlandamálunum lifa öll gömlu dagaheitin. Þannig voru þau einnig hjá okkur, einnig á latínu og í sanskrít. Rómverja voru á kafi í fjölgiði þrátt fyrir einn guð. Notuðu það til yfirráða. Tæki þeirra. Notuðu fjölgiði og skurgoð og breyttu því aðeins yfir í sitt nýja kerfi. Þjóðverjar voru kvumpnir gagnvart Wotanstag. Svo í sunnanverðri Germaníu heitir hann Mittwoch. Wotan, Óðinn, svo kröftugur að það væri hættulegt, hugsuðu þeir þar, að hann yrði nefndur í viku hverri allan ársins hring. Líklega hafa forfeður okkar byrja vikuna á Þórsdegi, 5. degi, og eftir vill var sumardagurinn fyrsti nýjársdagur, svo fyrsti vetradagur beint á móti á haustin, 26 vikur pluss 26 vikur og smávegis til að jafna upp árið. Á norðurhveli og suðurhveli jarðarinnar okkar menn meðvitaður möndulhalla jarðar og árstíðir. Á miðbaugi, sem kannski miðgarðsormur, hafa menn dag og nótt sem jafnt örugt ferli, sólskín á daginn, tungli sést á nóttinni. Hjá okkur sólin á suðurhimni, á suðurhveli á norðurhimni. Vaxandi og minnkandi tungl á suðurhveli öfugt við okkar, en auðvitað það sama tunglið á sama sporbaugi. Ýmist vaxandi eða minnkandi. Á miðbaugi lítur það öðruvísi út, skífan ekki til hliðana. Himintunglin hafa meiri áhrif á líf okkar en við gerum okkur grein fyrir. Menn í Róm til forna reistu pantheon, samgyðji, til rannsókna á himintunglagöngu. Merktu sólargeislana þar sem þeir falla á veggi á gólf, sáu að móðir jörð snýst og hún kúla, ekki pönnukaka. Mikil þekking glataðist á hennum myrku öldum. Þá voru uppi menn á lágum vitundastigum, lítt þróaðir menn. Gatið, augað í loftinu á Pantheon 9 metrar í þvermál. Pantheon 43,2 metrar á hæð og þvermál þess 43,2 metrar. Þessar tölur djúpar og miklar í vetaþekkingu og hjá okkur. Hugsið 216 einherja, bil skírni, valhöll og 432.000, 540 gólf og dyr,
Út hverjar einar koma 800 einherjar. 1000 júkur einkalpa sama á 4,32 milliardar ára, lengd þessa asks okkar í tíma. Frá mjötviði mærum nýjum til mjötuðar ymur, stunur hljóðgefur, sem hið aldna tré. Þegar rignir í Róm falla dropar niður gatið, okki og auga, ofan á gólf. Undur fagurt að horfa á dropana hoppa upp af marmaragólfinu, þó ætlunin sé nú frekar að horfa á hvar sólargeislinn lendir. Súrja sólin á sanskrit, sem guð einnig og karlkyns. Súra verður Þór. Þór hefur marga eiginleika sólguða, eins og Jesús. Fyndið að á mörgum málum sól karlkyns og máni kvenkyns, en hjá okkur og germönum sólin kvenkyns og tunglið karlkyns, máni. Le soleil, karlkyn. A rendez-vous avec la lune, kvenkyn. La lune est là, mais le soleil n'est pas là. Kanski skiptir kyn engu máli, því kynjaskipting heimsins tilbúningur. Sólin á himninum ekki svo sterk hjá okkur, mild og blíð, svo við höfum tilhneigingu til að degra mikið við gyðjur. Allt sem ofurgöfugt verður kvenkyns hérna hjá okkur. Norrænir menn með svo mikið mæðraveldi. Það nú einu sinni okkar menning, við tökum þessu. Sólin okkar gyðja uppljómunar, hún innan mannana, innan allra manna. Í ævafornum fræðum sagt að gyðja uppljómunar lýsi fyrir utan og hún lýsi hið innra. Sé í dyragettinu og lýsi okkur ytra og innra, upplýsi mannlega vitund og veraldarlífið okkar. Hún sé útilugtin, svo maður sjái stíginn að húsinu, og hún sé forstofuljósið, svo maður sjái að hér birtan inni. Freyja sér vel brísingamenn, mannkinn, djásn jarðar. Nema kannski þegar Loki hélt virkilega og hún gæti gifst þrimi, hún varð svo lítið, meira en lítið rosalega mikið reið. Skilur mannkynnið virkilega ekki, að tilgangur lífsins þróun? Hvernig getur gyðja sköpunar farið aftur á bak í þróun? Og svo það nú líka sem spilar inn í söguna að þessir yndislegu góðu karlmenn telja sig vera fædda til að stjórna og svo láta þessar yndislegu góðu konur ekki að stjórn. Konan líka kóróna sköpunarverksins í hugum heiðina manna, mikils metin og virt hjá norrænum mönnum heiðnum. En því miður sumar norrænar konur að brölta í snöru rómverska feðraveldisins þar sem konan ill fristing fyrir litin. Þær þurfa að gerast kvenrembu giltur til að láta hlusta á sig. Því miður kennir Háskóli Íslands svona kvenfyrirlitningu að því íslenskir kvenguðfræðingar segja. Þær sem betur fer svo norrænar að þær sjá í gegnum kerfi Rómverja, þær kvenkenna feðraveldisguðin, segja vinkona mín guð, gyðja. Ekki nú alltaf hjá okkur hún sólin og hann mánin, því Baldur sólin, Baal, Bál, Baalú, sólin, sanskrítstofn, og Nanna mána gyðja. Yndislegt að hafa sólar sín og hún best með ítasonum og eldurinn. Þegar að táknmáli goðsagna kemur átt við ósýnilega þætti, samt þeir mjög ríkir í lífi mannana. Það sem við sjáum augljóst. Það sem við ekki sjáum ekki svo augljóst, en ómetanlegur þáttur, oft ekki aðeins þáttur heldur undirstaða alls sem við sjáum. Við sjáum sól, sjáum ljós með veraldlegu augunum okkar. Undirstaða sjónarinnar höfuðskepnan eldur, ljós. En möguleikin á sköpun okkar á höfuðskepnum okkar fyrir hendi í ginnungagapi vitund. Við sköpum ljós í okkar flotta heila. Ef ekki væri allt fyrir hendi í ginnungagapi, væri engin möguleiki okkar á að skapa. Möguleikarnir óendanlegir, við sjáum þá ekki. Ekkert sem við getum ekki skapað. Ef okkur dettur ekkert meira í hug en þegar hefur verið skapað, nýtist heilin okkar ekki til fulls. Það sem sagt búið að finna upp eldin og hjólið, æsir búnir að hátimbra hörg og hof og búnir að arrangsera sólargangi
og Mána sem vissi ekki sitt megin. Raunar gerist þetta allt fyrirhafnalaust, innbyggt þegar Freyja gýs alheimum. Vitum við nokkuð hvaða ósýnilegur kraftur í tunglinu? Það mun vera sóma, flæði sóma sem lím, já lím, og Mána orkan kælandi og græðandi. Í Japan sitja elskendur saman og horfa á tunglið. Hrynjandi náttúrunnar einnig tíðir Mána, sanskrit titihi. Ef við lifum í flæði með fyrirhafnalausum krafti í alheimi, getum við lifað fyrirhafnalausu lífi. Það skulum við læra. Hvernig stendur á því að við vitum þetta ekki? Jesús veit þetta. En hvar ætti maður að finna þetta alheimsflæði? Innan sín, af sjálfstáðum, nýsa niður, leiða sjálfan sig sjálfur. Ekki með utanaðkomandi ábyrgðamann, ekki með kerfum. Allt í heimi hér í fullkomnu samræmi, allt í fullkomnum samhljómi. Allt gerist fyrirhafnalaust og áreynslulaust. Þannig getum við einnig numið upp fimbulrúnir, alveg áreynslulaust. Amsa, sanskrit, þýðir svanur, allt gæs, sama orð og hamur hjá okkur, þýsku hemd, skyrta. Hamingja sólarsæla, ananda, varanleg hamingja, hamin í líkamann okkar, lag eftir lag dýpra og dýpra. Uttareta atmana, atmanam. Eitt góðar veðurdag uppljómumst við alveg, lifum valhöll. Það nú svo lítið til að hlakka til, hið alfullkomna flæði ein heild. Allt nám þarf að vera hamingja, sæla, ánægja. Við erum vitund, í vitund öll þekking. Nám sem ekki ánægjugefandi eitthvert hjáspor. Erfitt nám eitthvert stagl sem dottið úr sambandi við vitund. Kannski glemst að nýsast niður, dottin úr sambandi. Til einföld og handhæg tækni, samsviðstæknin TM, handa vinnandi mönnum, fjölskyldumönnum, nemendum, öllum mönnum. Að vera þreyttur svo yfirgengilega þreytandi, leiðinlegt og óþarfi. Óendanlega orku hægt að sækja í ginnungagap. Þar okkar sól að finna. Við erum ginnungagap, ótæmandi orka, endalaus kyrrð, óendanlegir sköpunarmöguleikar. Þeir sem eru í námi eða vinnu ætti að gefa sér smá tíma til að skilja þetta með kollinum. Bæði iðka tæknina og skilja með kollinum. Pínulítið daglega, dag hvern. Við getum séð hvernig skilningur okkar dýpkar smátt og smátt. Öll veröldin okkar núna að byrja að öðlast djúpan skilning. Við öðlumst djúpan skilning með því að afla þekkingarinnar miklu og finna orkuhlaðna kyrðina okkar af eigin reynslu innan okkar. Eins og heimur lagskiptur úr því fíngerðasta í hið grófasta, þannig þróun okkar dýpri en við sjáum akkurat núna. Þróun einstaklings, þróun þjóðar, þróun mannkins úr grófum stigum vitundar upp í hið fíngerðasta. Ahamkar, ég bý mig til sem einstaklingsvitund í alheimsvitund. Buddhi, það sem skilur vitsmunir, gerir okkur að vitsmuna veru. Hugur, manas, það sem hugsar. Rúmið, fyrsta höfuskepna, 3/4 allra þeirra 5 að umtaki. Akash, kaham, heiminn, að miklum hluta ósköpuð orka. Loft, vajú, ekki fast efni, það sem á hreyfingu, önnur höfuskepnuna 5. Eldur, agni, það sem blossar, logar. Vatn, vögvi, djal, það sem flæðir. Jörð, prithvi, bhumi, það sem fast efni. En ekkert nema ginnungagap sem gefur möguleikana þessa átta í náttúrunni þegar það eða við hverfist innan sjálfsín. Við sjáum okkur sem jörð og vatn að mestu leyti, kannski og hugur, jú, sjáum ekki að við erum vitund, ginnungagap. Við eigum eftir að fara í gegnum mörg lög gungnis sem við köllum skapað til þess að komast að kjarnanum. Maður ætti núna kannski að hafa hugboð hve lítið maður sér.
Maðurinn hefur aðganga allri þekkingu, svo við getum vel skilið allt. Skilið einnig að ginnungagap er grunnurinn undir æsi og þeirra snurðulausu náttúrulögmál. Sjá óðsmál hinn fáðu. Ólafur Möður var sendur suður því þeir rugluðust eitthvað með afmæli Jesú þarna fyrir norðan. En skessan, móðir náttúra, sagði honum að við notum fjöllin og hún kendi Ólafi, sem þurfti nú ekkert að fara suður, að gyðjan sól finnst við að hnýsast niður undir náttúruna sem hylur ginnungagap sjónum. Framhald óðsmál hinn fáðu. Ólafur Möður fékk að bragða aðeins á því sem þeir voru búin að gleyma þarna fyrir norðan. Þeir skildu greinilega ekki alveg þetta sem Jesús að segja okkur mönnunum. En brátt hækkar vitund þjóðana. Hæ, jippi, það komin sattjúka. Bara núna, 17. júní. Röðull í reið. Rataha, sanskrit. Gandreið. Til voru konur sem báru heitið hinar vitru og þær kunnu þá lista svífa. Þægilegu ferðamáti. Þetta raunar þekkist í ótal siðum víða veröld. Búddamunkar, altæra nunnur, fljúandi jókar og fleiri. Gandur er gæs, því við fljúum himinvídd vitundar í tærleika okkar. En sól og máni nota vagna, dregna af hestum, föxum. Hesturinn táknar kraft. Hestur etrúska eða teftóna. Til í nútímanum að alls konar þjóðhöfðingjar láta af sér styttu á torg á hesti og tákna framfætur hestsins frama þeirra. Prjóni hesturinn táknar það mikla sigra. En hestar goðsagnana eru ekki orustu sigra manna. Kannski að sigra sjálfan sig. Grískufákur, jörmungandur Pegasus, Slipnir. Hestar goðsagnana eru ferli í náttúrunni, hrímfaxa, glófaxa, sólvagnin. Og eða leiðina innan við, í himinvídd vitundar, hófvarpnir gnáar, svífur loft og lög. Svo koma drekar, þeir eiga það til að gleypa sól og mána. Þeir eiga það til að vera meiri hluti af lífi okkar en gyðjan sól. Ekki gott. Pieta, hluti. María með Jesúm, harmur friggjar, vá valhallar. Öll sólguð eru í ferlum. Baldur á það til að skreppa til heljar eins og margir aðrir góðir. Skemmtileg bók, Stjarnvísi í Eddum, Björn Jóns og Læknir Manítóba, goðsagnir og næturskugg sjá Einars Pálssonar Grímnismála. Reynum nú að sjá ótal lög í táknmáli menningararfsins. Og þetta mistilteinn. Tungls tjúari er örugglega eitthvað rosalega slæmt fyrirbæri, En menn hafa nú víða veröld opnað vitund sínar fyrir tífatúni. Allur sannleikur, öll þekking er mönnunum föl. Ekki verður lengur undir meðvitund, sálfræði hugtak, aðeins fullkomlega meðvituð vitund. Það sem þarf til skilningur, mannlegt taugakerfi Slipnir og handhægtækni til að nýsa niður. Hér öll þekkingin. Þetta allt hér og nú. Enda fara þróaðir menn að fæðast núna, fæðast til þekkingarinnar. Gyðjan mikla lýsir hið ytra og hið innra, lýsir öllum mönnum. Hver einasta telpa gyðja holdi klædd. Þetta norrænn siður. Allar mæður þurfa að vera uppljómaðar, þær næra ungviðið sitt. Engin næring þeim betri en að læra að þekkja sjálfa sig. Ég óðinn gefin óðni, ég gefin sjálfum mér. Ekki skili lifa ævi aðeins í ránlar dætrum þegar ægir betri. Við vitum núna að við erum hann. Öll börn skuli hafa þau fögru mannréttindi að hafa aðganga þekkingunni miklu. Glaðheimar vitundar eru varanleg og fegurst gleði, veita gleði í allt mannlífið. Móðir kona meja, meðtak lof og prís og burt með patriarki Rómaveldinsins úr Háskóla Íslands. Því konan nærir allt umhverfið. Uppljómun hennar því nauðsyn. Hversu miklu meira nærandi hún þegar hún hugsar úr eigin tærri vitund? Æðsta menntun allra manna vitundarþroska menntun, consciousness-based education.
Mér líst ekki á að ávextir séu plokkaðir óþroskaðir af greinum og látnir þroskast í gámum og búðahillum. Náttúran gerir ekki þannig. Hún klippir ekki á næringu. Einnig tel ég yndislegra að börnin þroskist hjá mæðrum sínum. Það náttúrlegt, nærir mannlíf. Eru leikskólar handa börnunum eða eru þeir handa útivinnandi foreldrum? Leikskólakennararnir vinna frábært uppeldis og kennslustarf, svo það gaman í leikskólanum og þroskandi að vera þar, en réttur barna til leikskólapláss. Er það réttur barna? Er þeirra réttur ef til vill annar? Er réttur barna að mömmur komist út á vinnumarkaðinn? Er barna uppeld ekki vinna sem með því skemmtilegasta sem til er? Ef mömmum leiðist, það vegna þess að þær eru ekki uppljómaðar. Sól gyðja uppljómunar. Við vitum að börnin þurfa hennar næringu alla tíð. Þeir sem lifa valhöll eru hæst ánægðir þar sem þeirra örlög eru.